Blessaðan daginn. Góðan. Hvaða dagur er í dag? Í dag sunnudagurinn 9. ef ég hef rétt fyrir mér. Já, ég held þessu rétt. Það er 10. Það er 10. ekki 9. Við fórum, eins og ég sýndi ykkur, í sérefni í hvað? Þeirra dag. Og fengum litaprufur fyrir alrýmið og svefnherbergið. Fengum þessar 3 prufur. Þessi fyrir svefnherbergið, þessi fyrir alrýmið og þetta er svona smá aukaprufa mögulega fyrir loft. Við ætlum að byrja á þessari fyrir alrýmið og við ætlum að setja hana hérna að því að við erum að fara að skipta um borðplötur á eftir. Þannig við ætlum að hafa hana svona cirka hér einhvers staðar. Og Árný í sérefni sagði okkur að mála stóran flöt, ekki lítinn. Þú veist, það finnst fólk oft gera svona pingu litla hlið við hlið sem er ekki vitlaust, en það er betra að gera stóran flöt. Þannig að Sturla ætlar að mála og ég er ógeðslega nálægt. Þetta er kaffibóllinn sem við völdum í dag. Frá Arhoys Studios. Bleikur og fín. Mjög vel valið. Við erum svona alveg bolla að maður getur valið bara eftir í hvað stuðið maður er. Við hefum ekki samt nóg að bolla. Við hefum ekki nóg. Það eru nokkur litir missing. Við hefum mikið að bleiku sem því ég fæst að ráða. Liturinn sem við erum að pröfa á alrýmið heitir Green Tea og Green Tea. ef ég man rétt þá er þetta einn af litum ársins. Já. Mjög flottur. Við erum gett fínan og krútlegan pröfurúll og baka. Geðveikt. Perfectionism. It's a lifestyle. Okkur svona á þessu. Sturla, það sér þetta enginn. Settu pröfuðum bara ofan á það. What a move. Ég er að fara að hafa þetta með til að sýna hvað það er mikil perfectionist. Svo ég fær mála þarna líka svo við sjáum þetta með listunum. Örlítið önnur birta líka. En þessi litur er klárlega það sem við vorum að hugsa. Við erum orðin rosa græn. Enda muna kannski einhverjir að íbúðin sem við byggum í Stokkólmi var mikið græn. Eða svona sage. Next up. Kaki. Fyndin saga, við höfum aldrei verið sammála Hvað kaki hvað kaki er. Samkvæmt þessu hefur þú rétt fyrir þér. Já. Og það er hér á vídeói. Ég hef rétt fyrir þér. Þetta er gott. Það er þessi núna. Þetta er málið. Þetta er samt pældi, þetta er svo 3 litir. Já. Og við myndum setja fleiri veggi að vera fleiri. Já. Það er að skemmtilega við málingu, krakkar. Ég er mjög hrifin af þessu. Mjög hrifin. Þú tónaði vel saman. Já. Ó, þetta var svo næs. Að máta litin á veggnum. Ég elska hann. Ég er bara bæði liturinn í svefnherbergi og hérna frammi er bara fullkominn. Við fengum okkur, þú veist, við vildum ekki einu svona fleiri pröfur, litapröfur, eitthvað fleiri liti því að ég var bæði bara vissum að þetta væri málið. Þannig að ég held að við málum bara svona.
svo næs og hjálplegir. Ég var svo settist í bíl og Stulla og erum á sitthvorum bílnum. Ég var ekki tilbúin að vera passenger princess. Þú þarft að keyra. Það er kominn miðvikudagur og það er frí á morgun. Frí sem að ég vissi ekki af fyrir enn á mánudag, en ánægilegt. Og af því það er frídagur á morgun þá ætlum við að nýta tímann til að mála. Þannig að við erum bara, ég var að þurrka við öllum gólflistum, gluggakistum og er að byrja að teipa. Við náttúrulega sýndum þegar að við gerum pröfurnar og þær komu ógeðslega vel út. Við þurftum ekki einu svona að fara að fá fleiri pröfur. Við bara tókum þennan lit og þennan lit og þetta var bara nákvæmlega þessi vorum við að pæla. En with that being said þá vorum við líka búin að pæla mjög mikið í þessu þegar við komum upp í sérefni og svo fengum við bara aðstoð aðeins við að fínpússa. Þannig að ég ætla að byrja málingar teipa. Bakarínu. Smá svona backstory. Við hefum svo búið í Mosó áður. Byggum í Mosó þegar við vorum að byrja saman hjá Tengdó og fórum alltaf reglulega í bakaríið. Við keyptum okkur alltaf svona kryddbrauð. Og Stulli hefur sko ekki fengið kryddbrauð ógeðslega lengi. Þannig ég er smá spennt að sjá svipinn á hann. Veistu hvað ég keypti? Kryddbrauð? Nammi! Fara úr rafmálingja hönskunum og í leiku. Bauhaus eru svo sniðugir. Þeir eru með svona garðhanska rekka. Svona þegar maður er basically að fara að labba af kössunum. Og þeir eru með leika. Og daginn sem ég keypti þessa bleiku, þá sá ég svona 6 aðrar konur í röðinni að halda á bleiku hönskunum. Gæti leiðilegt í Bauhaus og svo bara bleikir hanskar. Þannig að við ætlum að byrja að mála svefnherbergi í kaki. Þetta er eitthvað mest brilljant dæmi. Bara besta nýjung sem hefur komið fyrir málningu. Svo fer þetta bara þarna onni, þannig að þú þarft ekki eitthvað að vera vesenast í að þrífa fötuna. Þetta er geðveikt. Kíkja á þetta. Þú er rauninni bara að byrja að skera næsta og ég er að rúlla. Fyrsta umferð á svefnherbergi almost done. Tveir. Og við erum sjúklega ánægð. Ég veit að þetta lítur öðruvísi út fyrir að seinni umferðin verður komin, en ég er mjög ánægð með þetta litaval. Það er mjög cozy. Við erum búin að mála allan hringinn í alrýminu. Sést náttúrulega ekkert af því það er orðið svo dimmt, eða þú veist, það er farið að rökkva. Við erum bæði gjörsamlega búin í bakinu, mjóbakinu. Það er young man's game. Þetta sem sé ekki gömur. Við erum að fara í mat núna til ömmu Stulla og svo ætlum við að koma bara eldsnöggt til að þrífa pensla og eitthvað svona. Svo reiknum við með umferð 2 á laugardaginn af því að á morgun er bara venjulegur vinnudagur. Og við erum að fara tónleika og það er Grindavíkurleikur. Too much happening, þannig að seinni umferð á morgun. Moment of truth. Yay, loksins! Gati fyrir Þetta er helluborðið. Yes.
Minna gatt. Ég var að segja til að við skulum fara niður með flösku til nágranna þegar við erum búin að þessu. Þetta er ekki gaman. Þetta er ekki gaman, en við erum alltaf að gera þetta mannlegum tíma. Já, og klára þetta allt í einu. Þó að það taki langan tíma og læti lengi þá held ég að það sé betur en að gera tvisvar. Já.